Allt að 6 ára fangelsi liggur við brotum sem Lárus Velding, fyrrverandi bankastjóri Glitnis, og Guðmundur Hjaltason, framkvæmdastjóri hjá bankanum, hafa verið ákærðir fyrir. Embætti sérstaks saksóknara telur þá hafa stefnt fé Glitnis í stórfellda hættu með því að lána 10 milljarða króna án trygginga eða ábyrgða. Lárus og Guðmundur eru ákærðir fyrir umboðssvik. Þeir voru báðir í áhættunefnd Glitnis sem var æðsta vald í lánamálum innan bankans. Samkvæmt ákærunni ákváðu þeir í sameiningu utan venjubundins fundar að lána eignarhaldsfélaginu Milestone 10 milljarða króna. Lánið var veitt 8. febrúar 2008 en aðeins til 3 daga. Peningarnir voru lagðir inn á reikning Milestone sem notaði þá til að greiða upp lán sem félagið Þáttur International, sem var í eigu Milestone, var með hjá Morgan Stanley bankanum. Mikið lá við því lánið hafði verið gjaldfellt og þurfti að endurgreiða það fyrir klukkan 3 þennan sama dag. Annars hefði verið hætt við að Morgan Stanley hefði gengið að hlutabréfum í Glitni sem tekin voru sem veð og selt á almennum markaði. Þá hætt við að hlutabréf í Glitni hefðu fallið í verði. Í ákærunni segir að lánið hefði verið veitt án trygginga eða ábyrgða og andstætt almennum reglum Glitnis. Lárus og Guðmundur hafi farið út fyrir heimildir sínar og starfsumboð. Þá segir í ákæruskjalinu að með lánveitingunni hafi Lárus og Guðmundur misnotað aðstöðu sína og stefnt fé bankans í stórfellda hættu. Tjón Glitnis nemi yfir 50 milljónum evra og lánveitingin hafi átt þátt í að Glitnir féll í byrjun október 2008 með mjög alvarlegum afleiðingum fyrir kröfuhafa, ríkissjóð og almenning á Íslandi. Óhjákvæmilegt sé að líta svo á að brotin hafi verið stórfelld, við þeim liggi allt að 6 ára fangelsi.